Benni, þrjusu sigur á Snæfell, heimavelli, hvað að segja svona á þetta leik? Bara flott að vinna svona sterkt lið. Þetta er lið sem að, tóku þau 3 ár í röð, þetta er ekki svo löngu. Þannig að þegar Snæfell var að vinna sem 3. titil, þá var KR bara í tómu basli í fyrstöldinni. Þannig að það er gaman bara fyrir KR, að vera komið á hennar stað. Og ég ber mikla virðingu fyrir Snæfelli og því starfið sem er unnið þar. Þannig að þessi sigur gleður mig allavega heilmikið. Þessi leikur í dag, þeir eru einhvern veginn alltaf yfir en endanum samt bara í 3 stigum. Kannski leiðilegt að það hafa ekki verið búin að klára þetta eins fyrir? Við vorum aldrei að fara að stinga þetta lið af. Það var bara, við komum mjög öfluga til leiks. Stelpurnar voru frábærar hérna í byrjun. Sem var eiginlega svona leikplan nummer 1 og 3 eftir að hafa byrjað hérna 0-17 á móti Stjörnunni í fyrsta heimaleik. Þannig að ég var ánægð með það, en ég vissi svo sem að við værum ekkert eitthvað að fara að halda þeim bara fyrir aftan okkur. Þetta er frábært lið, landsliðskonur hérna með mikla reynslu og getu, þannig að áhlaupið var alltaf að fara að koma. Og mér fannst bara svona höndla það bara ágætlega. Svona aðeins að skerpa bara á svona andlega hlutunum og koma okkur í svona grænt mótið aftur og þá náðum við að klára þetta. Þessu sigri núna það komið okkur hérna í toppinn, við toppinn, ef ekki bara í toppsætið, hvað spáðum næsta sæti, erum við búin að vinna 3 á fyrstu 4. Hvað er þetta að segja eftir þetta? Það er náttúrulega ekki komin almennileg mynd á töfluna eftir 4 umferðir. Þetta er 28 leikja mót, þannig að það er gaman að skoða hana. En taflan, eins og ég segi, það er ekki takt að leggja eitthvað mat á töfluna strax. Við þurfum að spila miklu fleiri góða leiki til þess að við getum fara að telja okkur vera eitthvað búin að afreka eitthvað. En þið lítið ansi vel út samt? Ég vil ekki segja, við lítum allavega ekki hræðilega út og fólk heldur að við værum. Þannig að við erum með lið sem getur keppt við held ég öll í þessari deild.